Ég get ekki sagt neinum frá. Mér finnst þetta allt vera mér að kenna. Þetta mjög algengt. Ég hef aldrei sagt neinum að ég ennþá í áfalli eftir þetta og ég stundum hugsa þetta og byrja að titra eða gráta. Það er bara svo eðlilegt. Þessar tilfinningar. Alla tilfinningar og viðbrögð eftir svona ofbeldi eru eðlilegar. Þetta eru óeðlilegar aðstæður en eðlileg viðbrögð. Mér langar að segja vinkonu minni en ég hrædd að hún muni dæma mig. Það er bara sorglegt að þetta sé alltaf sem að fólk heldur. Að það sé að dæma manneskjuna sem lenti í þessu. Ef þú hefur svona mikla áhyggjur þá eru til aðrar staðir þar sem þú getur talað hvað kom fyrir þig eða hvernig þig líður. Eins og inn á spjallinu, það er enginn að dæma mann. Og þá er svona kannski þjálfar sem er í því að tala þetta og þá er svona auðveldara fyrir það að tala þetta við fólki sem að, í kringu þig, fólki sem þú elskar og vilt treysta fyrir þessu. Já. Gæti sagt námsráðgjafi í skólanum en hún myndi bara segja foreldrum mínum og þau munu ekki trúa mér. Sjúk ást spjallið. Þau munu trúa þér? Já, þau munu trúa þér og gefa þér faglegt aðstoð og hlusta á þig og þarft ekki að hafa áhyggjur að fara lengra. Og þau verða alltaf trúnaði. Algjörlega. Og nafnlaust. Já, og nafnlaust. Spjallið er á vefsíðunni sjukást.is og er opið 3 kvöld á viku. Það er mánudögum, þriðjudögum og miðvikudögum frá 8 til 10. Geggjað.